Engin pressa, takk Sveinn. Já, ágæti fundarstjóri og kæri gestir. Ég heiti Hildur Harðardóttir og í neytendateymi Umhverfisstofnunar og ég ætla að segja ykkur frá markaðstorginu Auðlindatorgið sem spratt einmitt upp frá þessu Nordbio verkefni sem hefur verið nefnt hér áður. En það var lífrænar aukaafurðir sem auðlind til nýsköpunar. Verkefnið heitir Norrænt líkhafkerfi, Nordbio, og var verkefni undir formennskuáætlun Íslands í Norrænu ráðherranefndinni með það markmið að stuðla að sjálfbærri nýtingu auðlinda og lágmarka úrgangsmyndun. Og eins og fram hefur komið hér í dag, hefur markviss þróun átt sér stað á sviði úrgangsmála sem miðar að því að draga úr förgun úrgangs og að afurðum sem sé haldið sem lengst innan hagkerfisins, svo sem með endurvinnslu eða innan hringrásar hagkerfisins. Og þessi þróun kallar á breytt viðhorf eins og við höfum heyrt í dag. Þar sem litið á aukaafurðir sem verðmæta auðlind og tækifæri til nýsköpunar. Ein áskorun á þeirri leið samspil framboðs og eftirspurnar og nægilegt framboð hráefnis einmitt forsenda nýsköpunar og bættrar nýtingar. Fyrsta verkefni Umhverfisstofnunar undir þessu Nordbio verkefni var að meta magn og kortleggja lífbrjótanlegan úrgangsmyndun á Íslandi. Niðurstöðurnar sýndu að þriðjungur lífbrjótanlegs úrgangs urðaður eða honum fargað, en restin endurnýtt eða unnin. Því mikið magn á hugsanlegu hráefni sem að fara til spillis og einnig sýndu niðurstöður að stærstu uppspretturnar voru annars vegar sláturúrgangur og hins vegar garðaúrgangur. Svona leit dreifingin út eftir landshlutum. Á græna kortinu sáum við dreifingu alls lífræns úrgangs og það sést að mesta úrgangsmyndunin á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi og svo eru þarna kort sem sýna dreifingu fiskúrgangs og sláturúrgangs. Og þannig kom að næsta skref sem sagt að tengja þá sem mynda leifar eða afgangshráefni í sinni starfsemi og þá sem geta hugsanlega nýtt sér þetta hráefni í annarri starfsemi og til verðmætasköpunar. Og þannig kom Auðlindatorgið til sögunar. En það einmitt vettvangur fyrir þessa tengslamyndun og styður við markmið Nordbio að bæta nýtingu auðlindanna. Auðlindatorgið markaðstorg, svona svipað og bland.is má segja, og fyrir lífrænt hráefni og þar sem hver sem getur selt eða óskað eftir hráefni til nýtingar. Og í hönnun torgsins var lögð mikil áhersla á að hafa þetta notendavænt og einfalt og svona lítur síðan út í dag og komin í loftið, auðlindatorg.is og þar hægt að skrá sig inn og hefja söluna. Auglýsingarnar skiptast í 6 flokka sem að byggja á rannsókninni uppruna lífbrjótanlegs úrgangs á Íslandi. Og það þessir flokkar sjávarútvegur, sláturúðnaður, landbúnaðar og skógrækt, eldhús og mötuneyti, seyra, húsdýraskítur og svo annað. Og þarna geta notendur flokka auglýsingarnar sínar og takmarka leituð vissa flokka eða líka eftir landshlutum, eða það að segja hvar hráefni fellur til. Og til að byrja með áherslan á lífbrjótanlegt hráefni eða aukaafurðir, en við sjáum fyrir okkur í framtíðinni þá bætist við aðrir flokkar eins og plast og málmar, pappír, en já, það mun framtíðin segja til hvað gerist á þessari síðu. En auglýsingarnar eru bara mjög einfaldar, stuttur texti hráefni, upplýsingar magn, staðsetningu, verðhugmynd og auðvitað kontaktupplýsingar. Notendaviðmótið einnig bara mjög einfalt og
það er bara einfaldir flokkur að hægt að útskýra í ákveðnum textabóksi meira afurðina ef maður vill. En af hverju er þetta svona mikilvægt að mynda þessar tengsl á milli þeirra sem eru að mynda aukaafurðir eða hráefni og þeirra sem eru að leita eftir þeim? Við lítum á að það sé auðvitað ekki einungis mikilvægt að eins manns aukaafurð getur verið hráefni annars, heldur líka út frá stóru myndinni. Bætt nýting auðlinda er mikilvæg hluti að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Og eins og ráðherra nefndi þetta í byrjun, þá er 8% af losun Íslands kemur frá meðhöndlun úrgangs. Og þar af er stærsti hlutin urðun, eða 176.000 tonn. Og af því sem er urðað er meira en helmingur, eða 97.000 tonn lífbrjótanlegur úrgangur, meðal annars matvæli, slátur og fiskúrgangur. Þess vegna þykir okkur þetta mjög mikilvægt og við vonum að auðlindatorgið muni nýtast og stuðla að verðmætasköpun úr því hráefni sem annars væri sóað. Umhverfisstofnun sér rekstur síðunnar í dag og mun halda áfram að kynna hana fyrir almenningi, en við vonum að í náinni framtíð þá muni sterkur aðili taka við rekstrinum og taka yfir rekstur torgsins og tryggja henni bjartri framtíð. Takk fyrir. Ef ekki að hinkra aðeins. Jú, við höfum takk spurningar. Hér eru viðskiptatækifæri eins og þið heyrið. Það er ekki satt. Hér er boðið upp í dans, þar sem að einkaframtakið getur stigið dansinn við opinbera fjárfestingu sem liggur fyrir. Þannig að nú hljóta að koma hendur á loft, annars missið þið tækifæri hérna til að stíga þennan dans. Segjum nú bara, já, það er komin hönd. Já, takk Hildur fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Ég heiti Börkur Smári og kem frá Resource International umhverfisverkfræðistofu. Mig langaði bara að spyrja þegar ég sá var það líkis við bland. Þetta er þá bara ég ekki þegar vöru, þú gefur mér pening og svo er bara allir kvitt. Er eitthvað annað á baku þetta eins og opinber gjöld og eitthvað þannig sem fylgir svona viðskiptum? Er þetta bara jafn einfalt og að versla á bland.is? Já, meðan að varan er áður en nú verður úrgangur, þá er þetta aukaafurð eða hráefni sem að annar aðili getur nýtt sér í sinni starfsemi. Ok. So far, so good. Takk. Það er spurning hérna í horninu. Góðan dag, ég heiti Helga og kem frá Reykjavíkurborg. Í samhengi við þetta væri það möguleiki að skólar borgarinnar getur nota þetta til þess að auglýsa. Væri það eitthvað? Þetta er bara sem að mér dettur í að ræða við einn en einn. Þannig að það er kannski 700 hausa mötuneyti sem er að elda fyrir 700 á dag, bara eitt lítið mötuneyti. Væri þetta einhver leið að borgin myndi, ég veit ekki, selja ríkinu eða væri það möguleiki? Bara svona out of the blue, eitthvað sem til að nýta, af því að reglugerðarlega séð eða bara einhvern veginn? Einhver? Já. Þetta er náttúrulega vettvangur fyrir tengslamyndun, þannig að það er hægt að nota þetta hvernig sem er, en það er svona spurning með lagalegu hliðin á því. Þekki það ekki alveg. Herðu, mjög góðar spurningar. Takk og takk fyrir fyrirlesturinn, góðu fyrirlestur líka. Bara takk fyrir kærlega.